Við sögðum nýlega frá 150 ára afmæli skólahalds í sveitafélaginu Vogum. Nú var komið að garðmönnum sem að fagna 150 ára afmæli Gerðaskóla í Suðurnesjabæ. Við, forsetinn og margir aðrir mættu í afmælið. Fjörið byrjaði morguninn á afmælisdaginn 7. október þar sem nemendum var boðið á sirkussýningu og í afmælisvikunni mynduðu nemendur og starfsfólk skólans töluna 150 í tilefni afmælisins. Þá var nýtt listaverk afhjúpað en það gerðu nemendur og starfsfólk skólans í sameiningu úr plasttöppum en myndin er dæmigerð sólsetursmynd frá Garðskaga, sérlega skemmtileg. Eiríkur Hermannsson skólastjóri Gerðaskóla í áratug frá árinu 1986 flutti fróðlegt erindi Gerðaskóla sem stofnaða var árið 1872. En þér fannst það mjög merkilegt að það kemur fram í þínu máli að það hafi verið sérstakt þegar maður horfir tilbaka að í svona nokkur jafnvel fátækt hafi verið hægt að byggja upp skóla þetta. Já, það er náttúrulega bara stórmerkilegt af því að peningarnir voru náttúrulega í kaupstofunum, þar sem verslunin var. Hér var ekkert slíkt, þannig að þetta var fyrst og fremst söfnunarfé. Séra Sigurður lagði mikið pening í þetta sjálfur og svo kom styrkur frá Torkilissjóði. En þetta kostaði mikinn pening að byggja skóla og svo urðu að vera skólagjöld og það gátu ekki allir greitt skólagjöld. Þannig að þá greiddi hann fyrir nokkra nemendur sjálfur ef honum leist þannig á. Þannig að þetta bara segir sögum tíðarandan og ástandi í samfélaginu á þessum tíma. Þetta er þessi merkilegt koni, finnst þér ekki? Mér finnst það svo sannarlega og sýnir hvað okkur hefur nú miðað fram á veg. Nú er almenn skólaskylda og öll börn fá notið menntunar, en svo var alls ekki raunin fyrir 150 árum. En sýnir stórhug fólks hér að reyna þó að gera það sem hægt var og líka sýnir gjafmildi og framsýn manns eins og séra Sigurðar að kosta þá til náms sem þóttu afar efnilegir. Og Bessastaðir koma aðeins inn í þessa sögu? Jú, þeir nemendur sem gátu, þeir héldu áfram sínu námi, fóru til Bessastaða og það hefur örugglega þótt afar merkilegt að halda þangað í einu menntastofnunina heiti Geti á landinu og afla sér þar menntunar. Auðvitað það líka tíman að tákn að það var ekki ætlað öllum og auðvitað eingöngu drengir sem gátu notið þess. En nú þegar við lítum öxl, þá getum við fagnað því sem vel var gert á sínum tíma og á að fylla okkur kappið að gera bara ennþá betur í framtíðinni. Ríðum, rekkum inn í sandinn, rennur sól á bakvið Arnarfell. Hér á Reykj margur og hreinn andinn, úr því fer að skyggja á jökulsvell. Drottinn leiði drösulinn minn, drjúgur verður síðasti áfanginn. Drottinn leiði drösulinn minn, drjúgur verður síðasti áfanginn. Tveir fyrirverandi nemendur, þau Bjarni Tór Kristinsson og Una María Bergmann, sungu á afmælishátíðinni en í upphafi sáum við unga nemendur skólans flytja gamalt afmælislag Rutar Reginalds. Skólanum bárust nokkra gjafir meðal annars frá Suðurnesjabæ og kvenfélaginu Gefn. En við ræddum við Evu Björk Sveinsdóttur, skólastjóra, í lok afmælisdagsins. Skólinn, það er bara allt að gerast í Gerðaskóla. Það er bara þannig og við erum með svo flott starfsfólk sem er tilbúið alltaf að vera að skoða nýjungar og skoða nýjungar með það fyrir augum að það bæti skólastarfið og
auðvitað erum við það gamla alltaf með, en erum alltaf að þróa okkur hægt og rólega í tækninni og samþætta námsgreinar og ýmislegt. Það ekki áskorun í skóla á Íslandi í dag, í grunnskóla, með börn af mörgum þjóðernum? Jú, en það bara svo skemmtilegt. Það bara lífgar upp á allt starfið og auðvitað áskorun þegar kemur barn sem kann enga íslensku og ekki ensku en hér finnur fólk út úr hlutunum. Þú ert að nefna að þið séu svona að reyna að fylgja tækninu og annað. Hafið þið verið með einhverja sérstaklega stefnu í því? Þú veist, er misjafnt hvað skólar að gera almennt svona í tækninni í ungum? Já, ég hugsa það, en við erum til dæmis að búa til nýtt tæknirými þar sem við getum verið með þróun á allan hátt og við erum komið með allir nemendur með tæki. Nemendur í 1. til 7. bekk eru með iPad og 7. til 10. eru með Chromebook-tölvur. Þannig að sko þegar þú segir stefna, mér finnst alltaf að þetta þurfa að koma frá kennarunum, hvað vilja þeir og þeir vilja fara í þessa átt og þróa sig þarna. Þannig að við erum svona bara hægt og rólega að fikra okkur áfram. Kennslubókin í landafræði eða stærðfræði, hún að detta inn í stafrænt form, inn í iPadin? Það kemur að því. Við erum ennþá aðeins með bækur en öll verkefni að vinna og svona fer svolítið fram í tölvunni. Þannig að eins og ég segi áðan, sko, við erum svona, þetta er bæði en ég held að við vitum það öll að við erum að fara að þróast áfram í tækninni. Hver eru viðbröðin svona hjá krökkunum hvað það varðar? Þau náttúrulega grípa það mjög hratt eða ekki? Jú, þau eru miklu klárari en við og þess vegna er svo gaman að þegar ég byrjaði og ég var nú í viðtali hjá Vikufréttum og talaði að mig langaði að þróa eitthvað nýtt, að við fórum fljótlega á stað með snillitíma á miðstigi og það eru tímar þar sem nemandi fari að ráða hvað hann vill læra og rannsaka og byrjar á hvað hann ætlar að rannsaka og hvernig hann ætlar að gera og hvað efnið hann þarf í það og þróa sig áfram og það er svo gaman þegar nemandi sjálfur fara að velja og við segjum alltaf að við erum kannski með nemanda í grunnskóla í 10 ár sem að frábær söngvari til dæmis og það veit enginn að hann kunna syngja. Þannig að með því að draga fram styrkleika hjá öllum í svona vinnu þá komumst við að þessu og byggjum á þessum styrkleikum. Og svo erum við núna úlingastigi að samþætta líka námsgreinar og vinna með verkefni og mikið í tölvunni. Þannig að þar það eru svona grunnverkefni og svona sem allir þurfa að gera en þau ráða hvernig þau skila af sér og svo erum við meistaraverkefni sem að þau geta fengið þá framúrskarandi fyrir ef þau kjósa svo. Áhugavert. Við erum í lok afmælisdags, forsetinn búinn að vera hjá ykkur í allan dag og var mikill undirbúningur og svona gleði fyrir þennan afmælisdag, 150 ára afmælisdagur skólahalds í Garði. Já, við fórum svona að hugsa þetta, ég held að það hafi verið í febrúar og mynda svona nefnd í skólanum og við ætluðum nú eins og oft er að byrja þá. En ef ég var alveg hreinskilin þá byrjuðum við ekkert fyrir í ágúst. Þá fór svona allt á fullt og erum búin að vera að síðan.